Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Komið sæl og verið velkomin í eiginlega svona myndlistar og myndlist og pólitík spjall hérna við rauðaborðið. Til minni komin Hlynur Hallsson, myndlistarmaður og sýningarstjóri. Sýningar sem opnar á laugardaginn og heitir Er þetta norðrið? Er þetta norður? Já, er þetta norður? Já. Einhverstað sá ég nefnilega norðrið sem, nei, er þetta norður? Já. Og þarna eru bara listamenn, alveg margir listamenn frá svona þessum norðurslóðasvæðum. Getur aðeins bara sagt okkur fyrst hvaða svæði þetta eru? Já, þetta eru 8 listamenn frá norðurslóðum og hérna ásamt mér er hún Darja Sól Andrjús, sýningarstjóri þessari sýningu og það eru þarna 3 samar, Anders Sunna og Marja Helander og Anna Marit og svo er grænlenski listamæðurinn er Inu Textor og Nicolas Galanin frá Alaska og Maureen frá Norður Kanada og svo er þann Gunnar Jónsson frá Ísafirði og Dunja Saka, hún er frá Síberíu. Vá, hérna, við ákveðum að velja sem sagt 8 listamenn saman sem að kæmu svona frá þessum norðurslóðum og já, þótti til dæmis mikilvægt að hafa hérna listamann frá Síberíu með og það var auðvitað svona spurning, þú veist, getur maður gert það á þessum tímum en Dunja, hún býr ekki lengur í Síberíu, hún er einn af auðvitað mjög mörgum listamennum sem hafa bara farið og hérna, en annars búa nefnilega allir listamennir ennþá á þessum slóðum. Og sýningin þetta eru bæði vídeóverk og ljósmyndaverk og málverk og skúlptúrar og ansi fjölbreytt og nokkur alveg splungu nýverk og nokkur eldri. Og við settum hana fyrst upp í listasafninu á Akureyri og hún er semst núna í Norræna húsinu sem sagt og hún er auðvitað allt öðruvísi í Norræna húsinu heldur hún var fyrir norðan. Já, þú varst forstöðumaður listasafn Akureyri í mörg ár akkurat. Og hefur nýlátið af störfum og þekkir þá kannski þetta svona þessa viðleitni til þess að koma einhverjum norðurslóðum og einhverjum jaðarsvæðum inn á kortið ekki? Já, algjörlega. Í menningunni svona. Jú, einmitt og ég meina þetta hafa einmitt verið algjör svona jaðarsvæði hingað til hins vegar, þú veist, bæði í heimsmálunum alltaf að verða svona meiri og meiri athygli á þessum svæðum, ekki bara af góðu, heldur það eru þetta svona margar ástæður fyrir því, þetta hlýnun jarðar, ein af því. En sem betur fer hefur svona rödd frumbyggja verið líka að fá svona meira vægi og líka til dæmis í myndlistinni. Inu Textor var til dæmis fyrsti grænlendingurinn sem að fer á Feneyjar-tvíæringinn og var fulltrúi Dana sem sagt þar. Og það er náttúrulega, þú veist, Feneyjar-tvíæringurinn búin að vera meira en 100 ár en aldrei hefur verið grænlendingur þar og samarnir 2 Anders Sunna og Anna Marit voru fulltrúar sem sagt þar var bara í raun og veru fyrir 3 árum síðan var skandinaviska skálanum breytt í samíska skálan sem var mjög flott og dálítið svona dálítil yfirlýsing það að nú skildi áhersla á frumbyggja líka vera svona hafa meira vægi. En sko Íslendingar, við höfum verið að tala um það svolítið hérna núna í tengslu við Grænland og náttúrulega bara áhuga Trumps á Grænlandi og fleiri að þetta er allt í einu svona meira í miðju samræðunar. Sko Íslendingar hafa ekki beint viljað svona skilgreina sig með þessum jaðarsvæðum eða þjóðum og ekki skilgreint sig og kom hérna spjallið sem ég átti við Sumarliða Ísleifsson og hann hefur skrifað það hvað Íslendingar reyndu lengi vel að skilgreina sig frá grænlendingum og kalla þá skrælingja til þess að einhvern veginn að sjálfur að lenda ekki í þessum flokki sko en fannst þér svona, mann finnst nú Akureyri ekki beint vera jaðarsvæði og Ísafjörður en
Hvernig svona kemur Ísland inn í þetta? Eða hvernig skilgreinir þú það? Já, sko, Ísland náttúrulega, þú veist, svona landfræðilega séð það augljóslega á þessu svæði, en hins vegar auðvitað það sem að, sko, við höfum ekki það sem að hinar þjóðurnar eru, að við erum ekki frumbyggjar. Og það auðvitað svona breytir dálítið miklu í allri umræðinni og hvernig lítið á okkur. Ég var til dæmis á svona, það var svona listahátíð í Yukon í Kanada fyrir 3 árum síðan, minnum mig. Og þar var einmitt mikið verið að ræða þetta, sko, að því að þar eru náttúrulega, þú veist, mjög mikil áhersla lögð á frumbyggja list sem að hefur auðvitað, þú veist, þróast auðvitað mjög mikið og orðið fyrir áhrifum frá bara vestrænni menningu og svo framvegis, sko. En sko við Íslendingar, sko, já, getum eiginlega ekki alveg, sko, tekið þátt í því að því að við erum ekki raunverulegir frumbyggjar og höfum auðvitað allt aðra sögu heldur en til dæmis Inúítar eða Samar eða fólki í norður Rússlandi eða í Síberíu, sko. Og já, ég meina, en það þýðir það auðvitað ekki, þú veist, að við getum ekki tekið þátt í og stuttu þeirra baráttu og það ættum við auðvitað að gera. En við erum alltaf gömul nýlenda samt. Er það ekki svona kannski það sem við eigum þá sameiginlegt? Jú, auðvitað. Þessa sögu sem að Danir algjörlega. Og norðmenn, já. En við sluppum auðvitað, sko, miklu betur frá nýlendatímanum heldur en til dæmis grænlendingar og ég meina bara það sem að grænlendingar eru að upplifa ennþá í dag að það skuli ekki vera litið á þá eða þú veist þetta með taka börn af foreldurum og allt þetta, sko, og það sama er, sko, einmitt hjá sömum, sko, að sko, maður trúir því eiginlega ekki, sko, fyrir maður fær bara að heyra sögurnar sjálfur, sko, hversu illa var farið með þetta fólk. Og það er ekki hægt að líka því saman hvernig Danir fóru með okkur og að því að eins og þú nefndir það, ég meina það var bara litið á þetta sem annars flokks fólk og einmitt bara kallaði skrælingjar og einhverjir kannski svolítið eins og Palestínu fólk er að upplifa núna, sko. Já, akkurat, annars flokks þegnar í eigin landi, sko, algjörlega. Þannig að það er svona vakning virðist vera hjá ungu fólki líka og kannski sérstaklega listafólki eða hvað? Já, mér finnst það. Mér finnst svona mikill kraftur í sko, þessu fólki og líka sem betur fyrir orðin meiri áhugi á því að sjá hvað þau hafa fram að færa og mér finnst líka, sko, þú veist, að hvernig þau vinna með sína arfleifð er bara mjög spennandi og þú veist, og maður sér það í mörgum verkum listamanna sem taka þátt í þessari sýningu, sko, að þau hafa virkilega eitthvað fram að færa, þau eru gagnrýnin og en síðan er það líka bara þessi ljóðræna og þetta víðerni og allt það, sko, sem að kemur líka inn og við þekkjum Íslendingar svolítið kannski þessa rödd til dæmis saman í gegnum þýðingar Einars Braga hann gaf, og grænlensk ljóð gaf hann líka út þýðingar. Akkurat. Það er alveg svona einstaklega eftirminnilegur tónn. Já, sko, og mjög sérstakur. Sem að einmitt hefur ekki, það er svona stutt síðan ég las þessar þýðingar Einars Braga og mér átti að merkild hvað þetta var ennþá svona talaði til mann sem eitthvað nýstárlegt. Einmitt. Já, og ég heldur við ættum að veita þessu miklu meiri athygli heldur við höfum gert og sem margt hægt að uppgöta þarna ennþá og líka auðvitað það sem er bara verið að gera í dag sem að því að þetta mun taka langan tíma að vinna úr þessari reynslu og baráttan er ennþá í gangi, til dæmis eins og bara í Noregi fyrir löndum sama þar sem að þau hafa unnið dómsmál gegn norska ríkinu en samt er verið að valta yfir þau áfram, sko, sem að eru þetta alveg. Og sama líka verið í farabróti er það ekki gegn myndmylugörðum? Jú, og áform þannig að náttúruverndin fer inn í eiginlega virðinguna gagnvart þjóðinni svona. Já, algjörlega. Og það eru þetta svona annar þáttur sem að skipti mjög miklu máli í þessu, sko. En er það svo að þessi andstæða eða svona andóf þessara frumbyggja, eins og þú segir, frumbyggja, fer hún mikið fram í gegnum list, sko, í gegnum myndlist og ritlist eða svoleiðis og kvikmyndagerðarlist, kannski leiklist, mann heyrði sko mjög sterka hópa þar komu voru að tala um þessa leiklistarhóp í Grænlandi sem að
Já, ég held sko bara, þú veist, að því að það hefur einmitt sko til þess að öðlast aftur svona sjálfsvirðingu og þá held ég að sko að listin sé einmitt sko svona þáttur í því að efla bara sjálfsvitund og hvernig þau upplifa sig og að þau eigi eitthvað sameiginlegt líka þá með hinum þjóðunum og auk þess náttúrulega myndlistin líka og listin yfirleitt bara svona gaggrínið afl sem að oft hlustað á annan hátt heldur en bara pólitíkin. En þú sagði mér að það hefði stundum verið svona einmitt það hefur svolítið ekkert alveg augljóst fyrir eins og til með sama að taka þátt í samnorrænum verkefnum og svoleiðis. Nei, og maður skilur það líka alveg, þú veist að því að sko Norðurlanda þjóðurnar hafa snúist allt annað, þá hefur sko einmitt sömum verið haldið alltið á jaðrinum og mann finnst að það jafnvel verið að gera það ennþá sko að með því að Grænlendingar fá ekki fulla aðild að Norðurlandaráði og samar hafa þetta verið mjög gaggrínir á þetta sko, akkur við allt í að fara að taka þátt í þessu núna þegar það hendar ykkur sko. Já, og svona eins og þegar það verið eitthvað skraut svona, að það er tísku að hafa smá jaðar inn í. Já, og einhver svona syndaflaust sko fyrir því hvernig hafi verið farið með fólkið sko. Það er ekki upplifun á ykkar sýningu? Nei, það vona ég ekki sko en maður finnur það alveg að listamennir eru alveg, þú veist, á varðbergi og þau eru alveg svona gaggrínin en ég skil það bara mjög vel, það er bara mjög eðlilegt og bara áhugavert. Og þú ert núna ekki lengur listasafnstjóri, þannig að allar snúar það aftur á því að vera myndlistarmaður? Já, einmitt, nú hef ég meiri tíma til að vinna í því og síðan svona eitthvað að sýningarstýra eitthvað svona aðeins. Og þú náttúrulega hefur verið líka, verið útgefandi líka og verið svona, má segja, gagnrýnin myndlistarmaður eða svoleiðis er ekki, og náttúrulega skrifað. Jú, einmitt, og bara. Þannig að það eru nýjir spennandi tímar. Heldur betur, bara, það er. Við höfum stuttan tíma núna því þú ert að klára að setja upp sýninguna sem opnar á klukkan hvað í Hún opnar klukkan 3 á laugardaginn, þá bara allir velkomnir. Í Norræna húsinu. Já. Og við kannski kíkjum á sýninguna. Takk kærlega fyrir að koma. Takk fyrir mig. Og við endum rauðaborðið í kvöld á þessari samræði við Hlyn Hallsson jaðarsvæðin. Við minnum á að við erum hálfgert jaðarsvæði hérna þessi fjölmiðill, þar að segja við erum utan meginströms og þurfum það á ykkar hjálpa að halda við að læka efnið okkar og jáfnvel deila því og segja frá. Það eru margir sem hafa aldrei heyrt minnst á samstöðuna og við erum í útvarpinu á rás 89,1 þannig að það er gott að hlusta stundum í bílnum og svo erum við á rás 5 í sjónvarpi Símas öllum helstu svona hlaðvarpsveitum YouTube, þannig oft bara gott að finna þættina á YouTube og hérna sitja inn samstöðin og svo erum við með síðuna samstöðin.is þar sem svona allar helstu klippurnar eru af þáttunum. Það er líka takki sem heitir Áskrift og við bendum á að samstöðin er í eigu hlustenda og áhorfenda þannig ef að þið vilji gerast hlutað eigendur og styrkja okkur þá er alveg upplagt að íta á þennan hnapp þarna og hérna leggja svo litið til mánaðarlega. Ég held að lágmarkið sé 2500 en það má líka borga meira eftir getu og vilja. En það er búið að vera lífleg samræði hérna við borðið í kvöld og við höldum áfram á morgun. Hittust hérna annað kvöld, kæra þakkir fyrir að vera með okkur, Laufey Líndal Ólafsdóttir, tækni kona, við þakkum henni fyrir að gera þetta allt mögulegt og varpa samræðinni yfir til ykkar. Og ykkur þakka ég kærlega fyrir að vera með okkur og breyta þessu spjalli okkar í fjölmiðil og í lýðræði vonum við. Takk fyrir. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.